Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Sjávarútvegur burðarásinn í atvinnulífinu á Þórshöfn og Ísfélag Vestmannaeyja langstærsta sjávarútvegsfyrirtækið í byggðarlaginu. Í fiskiðjuveri fyrirtækisins bolfiskvinnsla og öflug vinnsla á uppsjávarfiski þar sem hver vertíðin rekur aðra. Núna það makríllinn sem í aðalhlutverki. Síðan tekur síldin við, þar á eftir bolfiskur, svo loðnuvinnsla og aftur bolfiskur. Já, nú lífið makríll og við hugsum bara makríll núna, sofandi og vakandi. Hvernig vinnið þið makrílinn? Við Ísfélag orðið mjög öflug og góð fiskiskip sem koma með fiskinn mjög góðinn í land og hann svona -1 gráðu, 1 til 1,5 gráða þegar við fáum hann, mjög gott hráefni og við erum að vinna makrílinn, við erum að vinna hann heilan fyrir sumarmarkaði, fyrir aðra flöku við hann og enn aðra erum við að taka haus og slódraga. Þannig að við vinnum hann í margþættar afurðir eftir hvað markaðurinn krefst og hvað við fáum bestu verðin hverju sinni. Makríllinn feitur fiskur og talinn hollur, en hverjir kaupa makríll af okkur Íslendingum? Við seljum fiskinn til Afríku, nokkur lönd þar sem kaupa hann og nota mikið. Við seljum hann til Evrópu, Austur-Evrópu, Asíu. Þannig að markaður fyrir makríll bara heimurinn. En síðan þegar næsta vertíð tekur við, þar allar svipaðar vertíðirnar eða einhver munur? Þær eru að flestu leyti mjög svipaðar, en það getur verið meiri áhersla eitt árið að vinna heilan og næsta ár að vinna hausan eða flök. Það fer bara eftir hvernig markaðsástandi hverju sinni og þetta var mjög mikill skellur fyrir okkur þegar Rússland lokaði og þar mistum við mjög stóran og öflugan markað sem var mjög slæmt fyrir okkur. En hvernig hefur okkur gengið að fylla upp í þau göt? Það hefur gengið ótrúlega vel og við það hefur gengið bara ótrúlega vel. En hvað með síldina, þið væntanlega eru farin að undirbúa þá vertíð? Já, og það þannig að þegar líður á þá fyrir þetta að vera blandað makríll og síld, þannig að við erum ofta að vinna samhliða síld og makríll. Þannig að við erum búin að vinna aðeins að síld núna og svo mun það auka smátt og smátt. Þannig að sá undirbúningur á fullu. Hvernig gengur ykkur að fá mannskap þegar maður gengur hérna þá heyrir maður pólsku? Já. Við erum þannig í sveit sett að við erum með fastráðnir starfsmenn í frysthúsinu, hérna erum 50, í bræðslunni erum 20 og þegar við förum svo á þessa vertíðar, það að segja síld- og makrílvertíðar, þá þurfum við eitthvað í kringum 150 manns, þannig að við þurfum að bæta þó nokkuð miklu við okkur og það fólk kemur víða bæði víða af Íslandi og líka frá Póllandi meðal annars. Já, maður heyrir margvísleg tungumál í fiskiðjuverinu á Þórshöfn. Aðalbjörg Lára Jónasdóttir býr á Akureyri en fer á hverju ári til Þórshafnar á vertíð. Já, ég kem á hverju ári og búin að koma undanfarin 6 ár, alltaf á haustin. Og hvernig stendur á því? Bara skemmtilegt og bara fín tilbreyting og bara eitt annars til og ágætis uppgrip. Þannig að þú tekur þá bara sumarfríin í þetta eða? Já, sumarfríin hafa farið í þetta síðustu ár. En þú núna þá í makrílnum, það stemningi við því eða eitthvað? Makrílni, já, mjög gáinn í makrílnum en ég kann alltaf mjög skemmtilega í síldinni. Hún mist skemmtilegri. Og hef komið á þeim tíma yfirleitt, í byrjun september og verið í 5-6 vikur. Og þetta eitthvað sem þú bara sækist eftir hreinlega? Já, ég kem á hverju ári alltaf á haustu. Bara mikið líf í þessu, mikið fólki og margir að vinna og bara skemmtilegt. Í hverju ert þú að vinna svona yfirleitt? Ég búin að vera alltaf núna á síldavél. En hún notuð bæði í að hausa og flaka makríll og svo hausa og flaka síld og roðarífa og alls konar. En þetta hörku vinna, ekki? Jú, þetta langi vinnudagar. Það alltaf 12 tímar og lítið stopp og það lítið stopp núna í sumar. Þannig að þetta
búið að vera býsna strembið í sumar. En hvernig gengur upp að halda uppi samskiptum til dæmis við Pólverja sem að starfa hérna? Það gengur yfirleitt bara mjög vel. Þetta mikið fólk sem að búa lengi og tala bara mjög góð íslensku, þeir sem að búa hérna. En svo þetta alltaf fólk sem að koma bara að vinna á vertíðunum. En þá bara bjargast það, sko, einhvern veginn. En laugardagskvöldin þegar það frí? Þau eru líka skemmtileg. Að við reynum að gera eitthvað saman þegar það frí og kíkjum á pubinn og svona aðeins að breyta til líka. En þetta uppgrip að vinna? Algjörlega, sko. Algjörlega. Þetta alveg, maður væri nú ekki að gera það kannski nema bara að þetta alltaf mikill munur að, eins og þetta mikil vinna líka og lítið frí en það það sem fólk er að sækjast eftir líka. Já, þetta mikil vinna og skemmtileg, segir Aðalbjörg. En ræðum nánar við framleiðslustjórann sem segir að fiskveiðiverið sé vel tækjalega búið, enda markaðurinn kröfuharður og hann segir að kaupendur komi reglulega til Þórshafnar til þess að fylgjast með framleiðslunni. Já, það þó nokkuð að því að komi kaupendur bæði frá Evrópu eða Austur-Evrópu og frá Asíu og þeir eru hérna hjá okkur mislengi og eru þá að skoða og taka út fiskinn og vega og meta hvað þeir vilja kaupa af honum. Er þetta meira farið að snúast það að hámarka verðmæti fisksins? Já, þetta snýst allt það að reyna að fá sem hæsta verð per kíló fyrir fiskinn og koma sem mestu í gegn á sem skemmstum tíma. Þetta ekki há verð á þessum fisktegundum eins og makríl og síld og loðnu miðað við aðra tegundir. Þannig að það snýst allt að reyna að hámarka bæði gæðin og verðin þá líka. Hvernig gengur útlendingunum að aðlagast hér öllum vinnubrögðum sem eru kannski sumir kannski að vinna í fyrsta skipti á ævinni í fiskvinnslu? Það gengur nú bara mjög vel á bæði við unga fólki okkar hérna heima og aðra sem koma bæði annars staðar á landinu og utan. Fólk heilt yfir bara mjög jákvægt og mjög duglegt og þetta gengur alveg ótrúlega vel. En þessi staðreynd að Ísfélagið hafi komið hérna inn í atvinnulífið fyrir nokkrum árum, þetta skiptir miklu máli? Já, gríðarlega miklu máli. Það eru komið 10 ár núna síðan þeir komu á Þórshöfn og þeir eru búin að vera að byggja upp stöð síðan og þetta var lykil atriði fyrir þetta pláss og þetta svæði að fá svona öflugt og gott fyrirtæki eins og Ísfélagið hingað. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.